Það átt að gerast. Það er gott. Það átt að gerast. Komið alls staðar. Já. Já. Getur að koma smá fólk á. Já. Og við byrjum. Já. Við með þetta hérna. Byrju þú sjá. Bom, 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 bom. Gefa okkur nokkrar mínútur. Gefa klár. Give us a few minutes. Get everything ready here. Vale. 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 Hérna, þú Sunna var að syngja. Já. Sunna var að syngja. Sjá. We are fixing some things about the kids. Ganga á smá hlutum saman til krakkana eða. Gefa okkur nokkrar mínútur. Mikið að gera. A lot to do on this beautiful Friday. Fallega föstudegi. Og verið velkomin á skjáinn með okkur hér. Yndislegt af ykkur hérna. Grace Jets, Daily Bread. Svo sannarlega Guð svara bænum okkar hér eins og annars staðar. Þar sem að trúa fólk biður til Guðs og svarar Guð bænum þeirra. Í Jesú nafni, amen. Amen. Og við erum komin í, við munum lesa hérna í dag. Það munum halda áfram að lesa og við munum fara í gegnum Markúsar guðspjall og við erum komin á 3. kafla og við munum lesa 3. og 4. kafla hér í dag og með þetta vera blessun til ykkar eins og til okkar og we are gonna keep on reading from the Gospel of Marcus, and we are on chapter 3, and we are going to read chapter 3 and chapter 4 today. And we're gonna go through that, and may that be a blessing to you, like it's for us. And God is good. God is good. Yes. We are getting everything ready, so Já. it takes a little bit. So
phone is ringing. Já. That's a lot to do. Svona. Markus 3, já. Það er ekki svona. Já. Okay. Okay, so we are ready. Yes. Are you ready, my darling? Yes, mamma. Þetta er tilbúin ástu mín. Já, veistu það. Okay. Þetta. Okay. Verið velkomin á Grace Church Daily Prayer. Verið velkomin Grace Church Daily Prayer. And we are gonna start this like always. My beautiful, beautiful, beautiful wife is gonna start this with a little prayer. And eins og ávallt, þá mun fallega kona mín byrja þetta á litri bæn. Já. Svona amen. Ég svona Now amen. we say amen. Elsku Jesús sem leggja þessar stundir þínu hendur drottinn minn. Heilagur andi, ég bið svo snertir við hjörtum okkar og blessur varur okkar og gefa okkur frið í hug okkar og blessur okkur öll í Jesú heilaga nafni, amen. Amen. Við erum að lyfta nöfnum upp í náðana, við erum að lyfta upp name up to grace. Við erum að lyfta upp Húberti, Óskari, Helgu, Sveini, Brynjari, Antoni, Inga, Einari, Amelíu, Jónasi og Gilla. Yeah, we ask you to pray for these names and ask you to ask God to bless them and ask the Holy Spirit to help them with what they need. And like you know, God answers our prayers and God will so surely bless them through our prayers. Þessi nöfn sem við nefndum hér, að við byggjum ykkur að biðja fyrir þeim og biðja Guð að blessa þau og biðja heilagan anda að stíga inn í þær aðstæður þar sem að þau þurfa aðstoð við og eins og við vitið að þá ansar Guð okkar bænum. Já. Í Jesú heilaga nafni, amen! Amen. Og allir segja amen á þessum yndislega föstudegi. Say amen on this beautiful Friday. Amen. 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 And now I'm gonna start reading from the Gospel of Marcus and I'm gonna start reading from chapter 3 and we're gonna read chapter 3 and 4 and did you want it to start me reading or you want to read music? Ég var kannski bara How many chapters of this? 45, And this is 40. okay. So my beautiful wife is gonna start Já. the reading today. Öðru sinni gekk hann inn í samkvæmduhús. Þar var maður með visna hönd og höfðu þeir nánar gætur á Jesú, hvort hann læknaði hann á hvíldardegi. Þeir hugðust kæra hann og Jesú segir við manninn með visnu höndina, stattu upp og kom þér fram. Síðan spyr hann þá, hvort heldur leyfilegt að gjöra gott eða gjöra illt á hvíldardegi, bjarga lífi eða deyða. En þeir sögðu, og hann leit í kringum þá með reiði, sárhryggur yfir harðúð hjartna þeirra og sagði við manninn, réttu fram hönd þína. Hann rétti fram höndina og hún var heil. Þá gengu fariseinur út og tóku þegar með Heródesar sinnum saman ráð sín gegn honum, hvernig þeir gætu náðu lífi hans. Jesús fór með lærisveinum sínum út af vatninu og fylgdi mikill fjöldi úr Galileu og Júdeu, frá Jerúsalem, Ídómíu, landinu handan Jórdanar og úr byggðum Týrusar og Sídonar kom til hans fjöldi manna, heyrt höfðu hve mikið hann gjörði, og hann bauð lærisveinum sínum að hafa til bát fyrir sig, svo að mannfjöldinn þrengdi eigi að honum. En marga hafði hann læknað, og því þustu að honum allir þeir sem einhver mein höfðu til að snerta hann, og hvenær sem óhreinir andar sáu hann, féllu þeir fram fyrir honum og æptu upp, þú ert sonur Guðs.
En hann lagði ríkt á við þá að þeir gjörðu hann eigi kunnan. Síðan fór hann til fjalls og kallaði til sín þá hann sjálfur vildi og þeir komu til hans. Hann skipaði 12 skyldu vera með honum og hann gæti sent út að prédika með valdi að reka út illa anda. Hann skipaði þá 12 Símon hann gaf nafni Pétur, Jakob Sebedusson og Jóhannes bróðir hans. En þeim gaf hann nafnið Bóanerges sem þýðir þrumusýnir, og Andrés, Fílipus og Bartólómeus, Mattheus og Tómas, Jakob, Alfeusson, Taddeus og Símon vandlætara og Júdas Ískaríot, þann sveik hann. Þegar hann kemur heim safnast þar aftur mannfjöldi svo þeir gátu ekki einu sinni matast. Hans nánustu fréttu það og fóru út og vildu ná honum, enda sögðu þeir að hann væri frá sér. Og fræðimennirnir komnir voru ofan frá Jerúsalem sögðu: Bílsebúl með honum, með fulltingi höfðingja illra anda rekur hann út illa andana. En Jesús kallaði þá til sín og mælti við þá í líkingum: Hvernig getur Satan rekið Satan út? Verði ríki sjálfu sér sundurþykkt, fær það ríki eigi staðist, og verði heimili sjálfu sér sundurþykkt, fær það heimili eigi staðist. Sé nú Satan risinn gegn sjálfum sér og orðinn sér sundurþykktur, fær hann ekki staðist, þá úti hann. Enginn getur brotist inn í hús hins sterka og rænt föngum hans, nema hann bindi áður hins sterka. Þá getur hann rænt hús hans. Sannlega segi yður, allt verður mannanna börnum fyrirgefið, alla syndir þeirra og lasmáli, hve mörg sem þeir kunna að lasmála, en sá sem lasmálir gegn heilögum anda fær það eigi fyrirgefningu aldur, hann sekur eilífa synd. En þeir sögðu satt: óhreinn andi í honum. Nú koma móðir hans og bræður, standa úti og gera honum orð að koma. Mikill fjöldi sat í kringum hann og var honum sagt: móðir þín og bræður og systur eru hér úti og spyrja eftir þér. Hann svaraði þeim: hver móðir mín og bræður? Og hann leit á þá í kringum hann sátu og segir: hér móðir mín og bræður mínir. Hver sem gjörir vilja Guðs, sá bróðir minn, systir og móðir. Jesús var með hann. Jesús var með hann. Já. Aftur tók hann að kenna við vatnið, svo mikill mannfjöldi safnaðist á honum að hann var að stíga í bát og sitja þar út af vatninu, en allt fólki var á landi við vatnið. Hann kenndi þeim margt í dæmisögum og sagði þá: hlýðið á, sámaður gekk út að sá, og þá hann sáði féll sumt hjá götunni og fuglar komu og átu það upp. Sumt féll í grýtta jörð þar sem var lítill jarðvegur og það rann skjótt upp, því að það hafði ekki djúpa jörð. En sól hækkaði, visnaði það, og sökum þess að það hafði ekki rætur skrælnaði það. Og sumt féll meðan þyrna og þyrnurnar uxu og kæfðu það, og það bar ekki ávöxt. En sumt féll í góða jörð og kom upp óx og bar ávöxt. Það gaf 30-faldan, 60-faldan og 100-faldan ávöxt. Og hann sagði: hver sem eyru hefur að heyra, hann heyri. Þegar hann var orðinn einn spurði þeir 12 hinir sem með honum voru dæmisögurnar. Hann svaraði þeim: yður gefinn leyndardómur Guðs ríkis, hinir sem fyrir utan fá allt í dæmisögum, að sjáandi sjá þeir og skynji ekki, heyrandi heyri þeir og skilji ekki, svo þeir snúi sér eigi og verði fyrirgefin. Og hann segir við þá:
Þið skiljið eigi þessa dæmisögu, hvernig fáið þið þá skiljið nokkra dæmisögu? Sámaðurinn sáir orðinu, það hjá götunni, það sem orðinu er sáð, merkir þá sem heyra, en Satan kemur jafnskjótt og tekur burt orðið sem í þá var sáð. Eins það sem sáð var í grýtta jörð, það merkir þá sem taka orðinu með fögnuðu leið og þeir heyra það. En hafa enga rótfestu, þeir eru kvíkullir og þrenging verður síðan eða ofsókn vegna orðsins bregðast þegar. Öðru var sáð meðal þyrna, það merkir þá sem heyra orðið, en áhyggjur heimsins, tál, auðafana og aðrar giftir koma til að kefja orðið svo það beri engan ávöxt. Hitt sem sáð var í góða jörð, merkir þá sem heyra, orðið taka við því og bera 30-faldan og 60-faldan og 100-faldan ávöxt. Og hann sagði við þá, ekki bera menn ljós inn og setja það undir mæliker eða bekk. Er það ekki sett á ljósastíku, því ekkert hulið og það verður eigi gjört opinbert, né leynt að það komi ekki í ljós. Ef einhver hefur eyru að heyra, hann heyri. En sagði hann við þá, gætið að hvað þér heyrið, með þeim mæli sem þér mælið muni yður mælt verða. Og við yður bætt, því að þeim sem hefur munn gefið verða, og frá þeim sem eigi hefur munn tekið verða jafnvel það sem hann hefur. Þá sagði hann, svo er Guðsríki sem maður sái sæði í jörð, hann sefur síðan og vakir nætur og daga, en sæði grær og vex. Hann veit ekki með hverjum hætti sjálfkrafa ber jörðin ávöxt, fyrst stráið þá axið og síðan fullvaxið hveiti í axinu, en þá ávöxturinn er fullþroska lætur hann þegar bera út í sigðina því að uppskeran er komin. Og hann sagði, við eigum vér að líka Guðsríki, með hvaða dæmi eigum vér að lýsa því, líkti það musterakorni þegar því er sáð í mold, er það smærra hverju sáðkorni á jörðu. En eftir að því er sáð tekur það að spretta, það verður öllum jurtum meira og fær svo stóra greinar og fuglar heimsins geta hreiðrað sig í skugga þess. Í mörgum slíkum dæmisögum flutti hann þeim orðið sem þeir gátu numið. Og án dæmisagna talaði hann ekki til þeirra, en fyrir lærisveinum sínum skýrði hann allt þegar þeir voru einir. Að kvöldi sama dags sagði hann við þá, förum þeir skildu þá við mannfjöldan og tóku hann með sér, þar sem hann var í bátnum, en aðrir bátar voru með honum. Þá brást stormhyrna mikil og féll öldurnar inn í bátinn, svo við lá að hann fyllti. Jesú var í skutnum og svaf á kodda. Þeir vöktu hann og sögðu við hann, meistari, heyrðir þú ekki að við förumst? Hann vaknaði, hastaði vindinn og sagði við vatnið, þegið þú og haf hljótt þig. Þá læði vindinn og gerði stilli logn. Og hann sagði við þá, því eru þér hræddir, hafið þér enga trú. En þeir urðu miklum óttalostnir og sögðu hver við annan. Hver er þessi? Jafnvel vindurinn og vatn hlýða honum. Í Jesú nafni, amen, amen, amen. It's beautiful. Friday, like always here in Grace Church Daily Prayer, we always play King James 6. Ekki. Like always here on Grace Daily Prayer, we always play King James 16:11, and so it's beautiful scripture, and this
better written, and we always do this. Gerum áherslu og Grace Just Daily Prayer, þá spilum við King James 16:11, svo orðið komið svona seinna til ykkar. Og ég veit að þið flest allir Íslendingar skiljið ensku og mæli eindregið með því að þið hlustið á ritningu hvernig King James orðar hlutina og virkilega fallega skrifað King James og verður þetta blessun fyrir ykkur. Ég er svona með amen eins og fyrir okkur, það er alveg yndislegt að hlusta King James 16:11. Amen. Amen! On this beautiful Friday, everybody say amen and Amen. enjoy. I'm gonna play this. Okay, Mark 3. And he entered again into the synagogue, and there was a man there which had a withered hand, and they watched him, whether he would heal him on the Sabbath day, that they might accuse him. And he saith unto the man which had the withered hand, Stand forth. And he saith unto them, Is it lawful to do good on the Sabbath days, or to do evil, to save life, or to kill? But they held their peace. And when he had looked round about on them with anger, being grieved for the hardness of their hearts, he saith unto the man, Stretch forth thine hand. And he stretched it out, and his hand was restored whole as the other. And the Pharisees went forth, and straightway took counsel with the Herodians against him, how they might destroy him. But Jesus withdrew himself with his disciples to the sea. And a great multitude from Galilee followed him, and from Judea, and from Jerusalem, and from Idumea, and from beyond Jordan, and they about Tyre and Sidon. A great multitude, when they had heard what great things he did, came unto him. And he spake to his disciples that a small ship should wait on him because of the multitude, lest they should throng him. For he had healed many, insomuch that they pressed upon him for to touch him, as many as had plagues. And unclean spirits, when they saw him, fell down before him and cried, saying, Thou art the Son of God. And he straitly charged them that they should not make him known. And he goeth up into a mountain, and calleth unto him whom he would. And they came unto him, and he ordained 12 that they should be with him, and that he might send them forth to preach, and to have power to heal sicknesses, and to cast out devils. And Simon he surnamed Peter, and James the son of Zebedee, and John the brother of James, and he surnamed them Boanerges, which is the sons of thunder, and Andrew, and Philip, and Bartholomew, and Matthew, and Thomas, and James the son of Alphaeus, and Thaddeus, and Simon the Canaanite, and Judas Iscariot, which also betrayed him. And they went into an house, and the multitude cometh together again, so that they could not so much as eat bread. And when his friends heard of it, they went out to lay hold on him, for they said, He is beside himself. And the scribes which came down from Jerusalem said, He hath Beelzebub, and by the prince of the devils casteth he out devils. And they called them unto him, and said unto them in parables, How can Satan cast out Satan? And if a kingdom be divided against itself, that kingdom cannot stand. And if a house be divided against itself, that house cannot stand. And if Satan rise up against himself, and be divided, he cannot stand, but hath an end. No man can enter into a strong man's house, and spoil his goods, except he will first bind the strong man, and then he will spoil his house. Verily I say unto you, all sins shall be forgiven unto the sons of men, and blasphemies wherewith soever they shall blaspheme. But he that shall blaspheme against the Holy Ghost hath never forgiveness, but is in danger of eternal damnation. Because they said, He hath an unclean spirit. There came then his brethren and his mother, and, standing without, said unto him, calling him. And the multitude sat about him, and they said unto him, Behold, thy mother and thy brethren without seek for thee. And he answered them, saying, Who is my mother, or my brethren? And he looked round about on them which sat about him, and said, Behold, my mother and my brethren. For
whosoever shall do the will of God, the same is my brother, and my sister, and mother. Mark 4. And he began again to teach by the seaside. And there was gathered unto him a great multitude, so that he entered into a ship, and sat in the sea. And the whole multitude was by the sea on the land. And he taught them many things by parables, and said unto them in his doctrine, Hearken, behold, there went out a sower to sow. And it came to pass as he sowed, some fell by the wayside, and the fowls of the air came and devoured it up. And some fell on stony ground, where it had not much earth, and immediately it sprang up, because it had no depth of earth. But when the sun was up, it was scorched, and because it had no root, it withered away. And some fell among thorns, and the thorns grew up and choked it, and it yielded no fruit. And other fell on good ground, and did yield fruit that sprang up and increased, and brought forth some 30, and some 60, and some 100. And he said unto them, He that hath ears to hear, let him hear. And when he was alone, they that were about him with the 12 asked of him the parable. And he said unto them, Unto you it is given to know the mystery of the kingdom of God. But unto them that are without, all these things are done in parables, that seeing they may see and not perceive, and hearing they may hear and not understand, lest at any time they should be converted, and their sins should be forgiven them. And he said unto them, Know ye not this parable? And how then will ye know all parables? The sower soweth the word, and these are they by the wayside, where the word is sown. But when they have heard, Satan cometh immediately, and taketh away the word that was sown in their hearts. And these are they likewise which are sown on stony ground, who when they have heard the word, immediately receive it with gladness, and have no root in themselves, and so endure but for a time. Afterward, when affliction or persecution ariseth for the word's sake, immediately they are offended. And these are they which are sown among thorns, such as hear the word, and the cares of this world, and the deceitfulness of riches, and the lusts of other things enter in, choke the word, and it becometh unfruitful. And these are they which are sown on good ground, such as hear the word, and receive it, and bring forth fruit, some 30-fold, some 60, and some 100. And he said unto them, Is a candle brought to be put under a bushel, or under a bed, and not to be set on a candlestick? But there is nothing hid which shall not be manifested, neither was anything kept secret, but that it should come abroad. If any man have ears to hear, let him hear. And he said unto them, Take heed what ye hear. With what measure ye mete, it shall be measured to you, and unto you that hear shall more be given. For he that hath, to him shall be given, and he that hath not, from him shall be taken even that which he hath. And he said, So is the kingdom of God, as if a man should cast seed into the ground, and should sleep and rise night and day, and the seed should spring and grow up, he knoweth not how. For the earth bringeth forth fruit of herself, first the blade, then the ear, after that the full corn in the ear. But when the fruit is brought forth, immediately he putteth in the sickle, because the harvest is come. And he said, Whereunto shall we liken the kingdom of God? Or with what comparison shall we compare it? It is like a grain of mustard seed, which when it is sown in the earth, is less than all the seeds that be in the earth. But when it is sown, it groweth up, and becometh greater than all herbs, and shooteth out great branches, so that the fowls of the air may lodge under the shadow of it. And with many such parables spake he the word unto them, as they were able to hear it. But without a parable spake he not unto them. And when they were alone, he expounded all things to his disciples. And the same day, when the even was come, he saith unto them, Let us pass over unto the other side.
And when they had sent away the multitude, they took him even as he was in the ship. And there were also with him other little ships. And there arose a great storm of wind, and the waves beat into the ship, so that it was now full. And he was in the hinder part of the ship, asleep on a pillow. And they awake him and say unto him, Master, carest thou not that we perish? And he arose and rebuked the wind, and said unto the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. And he said unto them, Why are ye so fearful? How is it that ye have no faith? And they feared exceedingly, and said one to another, What manner of man is this, that even the wind and the sea obey him? Í Jesú nafni, Amen. amen. In Jesus' name, amen. And everybody Amen. say amen on this beautiful Friday. Och det säger amen och så yndislega föstudag. Amen. 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 Allt är yndislegt att läsa orðið och alltaf blessuna og maður þarf alltaf dýpri og betri skilning sem oftar maður les orðið og then you get always a deeper, better understanding of the word. When more you read the word, more often you do it, you will get a deeper understanding of the word. That's because the word is alive, and Amen. we can be going through some different things, and then the word speaks to us a little bit different ways. The chapters we are reading, and they go into the circumstances that we are going through at that time, and it talks to us in that way, and so we get a different understanding in the word. Og því orðið er lifandi og þegar maður er að lesa orðið og maður er að ganga í gegnum misjafna tilfinningar og ýmislegt sem maður er að ganga í gegnum, að þegar maður les orðið að þá fær maður annan skilning á því sem maður er að lesa og kemur inn í þær aðstæður sem maður er að eiga við á þeim tíma. Það er ekki svona svo fastur svona bókstafur sem maður er að lesa. Þetta er orðið er lifandi og kemur inn í þær kringumstæður sem maður er að eiga við. Það er að fallega við orðið. Já. Það er lifandi. Í Jesú nafni, amen, and everybody say amen on this beautiful Friday. Og þið segja amen á þetta fallega föstudegi. Og eins og ávallt þá tökum við frelsisbænina hérna í Grace Daily Prayer og að þú ert að hlusta og hefur ekki tekið við Jesú inn í hjartað þitt á heilan anda og Guð inn í hjartað þitt, þá við gefa þér tækifæri til þess að gera það núna. Því Guð lofar að koma inn í hjartað þitt og ef þú trúir því að Jesú Kristur hafi farið á krossinn og hann hafi dáið fyrir syndir þínar og blóð hans hafi hreinsað þig af allri synd og hann hafi risið upp á þriðja degi og hann sé lifandi í dag og þú trúir þessu í hjartað þér, þá mun heilagur andi sem er hjálparinn sem hann skildi hér eftir til að hjálpa okkur sem er partur af honum og hann mun koma inn í hjartað þitt og frelsa þig og þá getur við beðið til hans og átt persónulegt samband við hann og þá mun hann hjálpa þér í öllum þeim kringumstæðum sem þú ert að eiga við og þetta er besta ákvörðun sem þú getur tekið í lífinu og svo sannlega er maður hér til þess að reyna
þá til þín Amen. sem ert að hlusta og ert að kannski að velta þessu fyrir þér að taka Guðinn í líf þitt og það mun breyta miklu fyrir þig að Guð mun breyta þér hægt og rólega innan frá og breyta lífið þínu og blessa lífið þitt. Og eina sem þú þarft að gera er að biðja hann að hjálpa þér og þá hjálpa hann þér og breyti því sem breyta þarf og það er bara þannig. And if you're listening here and you haven't received God into your heart, you haven't received Jesus and the Holy Spirit, I'm going to give you the chance now to do that because God promised to come into your heart and send His Holy Spirit into your heart. Then you can pray to Him and have a personal relationship with Him because He promised that, and He's gonna, and you can pray to Him, then you can ask Him to do things for you, and He's gonna do them, and He's gonna help you with everything you need, and He's gonna bless you because He loves you. That's a beautiful thing about God. He loves us. It's not that we love Him and that He loves you. Because you are His creation and He loves you. And that's why He wants to help you and He wants to be part of your life and help you to go through life and make it easier for you to live and bless your life. In Jesus' name, amen. Amen. So now I'm gonna take the salvation prayer and I'm gonna start this in Icelandic. Og ég ætla að fara með frelsisbænina hérna og ég ætla að byrja að fara með hana á íslensku og hafið þessi orð eftir mér og þá mun Guð, og þú trúir þessu að þú ert einlægur í hjarta þér og biður Guð að koma inn í líf þitt, þá gerir hann það. Og hafið þessi orð eftir mér og þá mun Guð stíga inn í hjarta þér. Það er hans loforð við þig. Hafið þessi orð eftir mér. Drottinn Jesús, Drottinn Jesús, ég trúi að þú ert sonur Guðs. ég trúi að þú sért sonur Guðs. Ég trúi að þið dáið á krossinum fyrir syndi mínar Ég trúi að hafa dáið á krossinu fyrir syndi mínar og að dýrmætt blóð þitt hreinsar með allri synd. og dýrmætt blóð þitt hreinsa með allri synd. Ég trúi að það rísi upp frá döðum til að gefa mér líf. Ég trúi að hafa risið upp frá döðum til að gefa mér líf. Jesús, Jesús, ég bið þig að fyrirgefa mér alla syndi mínar ég bið þig að fyrirgefa mér alla syndi mínar og þvo mig algjörlega með blóði þínu. og þvo mig algjörlega með blóðu þínu. Hreinsaði hjarta mitt, Hreinsaði hjarta mitt, endurnýjaði anda minn endurnýjaði anda minn og gerði mig nýrri sköpun í þér. og gerði mig nýrri sköpun í þér. Ég opna hjarta mitt núna Ég opna hjarta mitt núna og bið þig að koma inn í líf mitt. og ég bið þig að koma inn í líf mitt. Vertu drottinn minn og frelsari. Vertu drottinn minn og frelsari. Frá þessum degi Frá þessum degi vel ég að fylgja þér, vel ég að fylgja þér, elska þig elska þig og lifa samkvæmt orði þínu. og lifa samkvæmt orðið þínu. Þakka þér Jesús Þakka þér Jesús að fyrir blóð þitt fyrir blóð þitt, er í nýsköpun, er í nýsköpun, fyrirgefinn, fyrirgefin, endurfæddur endurfæddur og elskar af þér. og elskar þér. Í Jesú nafni, Amen. Vertu velkomin í Guðs ríki og vertu Amen. velkomin í kirkju hans. Í Jesú nafni, amen. Í Jesú nafni, amen. Þú sem áttu þessi orð hér í dag. Já. Einfaldara getur þetta ekki verið og svona er þetta. Þetta er ekki flókið. Við gerum þetta einfalt fyrir okkur. Það er bara þannig. Þetta er mjög Guð er ekki að flækja fyrir okkur hlutina og
og það er að góða við Guð. Þetta er einfalt og þægilegt. Í Jesú nafni, amen, og núna ætla ég að fara með þetta á ensku og now I'm gonna make the salvation prayer in English and have these words after me if you're listening. So I'm now gonna start the reading now and have these words after me. Lord Jesus, Lord Jesus, I believe that you are the Son of God. I believe that you are the Son of God. I believe that you died on the cross for my sins I believe that you died on the cross for my sins, and that your precious blood cleansed me from all sin. and that your precious blood cleansed me from all sins. I believe that you rose from death to give me life. I believe that you rose from death to give me life. Jesus, Jesus, I ask you to forgive me for all my sins I ask you to forgive me for all my sins and wash me completely with your blood. and wash me completely with your blood. Cleanse my heart, Cleanse my heart, renew my spirit, renew my spirit, and make me a new creation in you. and make me a new creation in you. I open my heart now I open my heart now and ask you to come into my life. and I ask you to come into my life. Be my Lord and my Savior. Be my Lord and my Savior. From this day on, From this day on, I choose to follow you, I choose to follow you, love you, love you, and live according to your word. and live according to your word. Thank you, Jesus, Thank you, Jesus, that through your blood that through your blood I'm cleansed, I'm cleansed, forgiven, forgiven, reborn, reborn, and loved by you. and loved by you. In Jesus' Jesus' name, amen. We welcome to the kingdom of God and to His church. And you who have made this choice, you are part of the church, like we are. And Yes. may that be a blessing to you. May God bless your life. Og munið á allt að vera góð við hvort annað og amen. Munið að segja við konur ykkar að þið elskið hana og eiginkonur munið að þið segja að þið elskið mann ykkar. Munið að segja við börnin ykkar að þið elskið þau og biðjið fyrir fjölskyldu ykkar og elskið náungan eins og sjálf ykkar og biðjið fyrir náungan. Einnig elskið hófinn ykkar og biðjið fyrir honum því svo sannarlega mun Guð blessa þig ef þú gerir þetta. Því Guð biður okkur að gera það, því þetta eru börnin hans, við erum sköpun hans og við erum öll sköpun hans. Og því biður hann okkur að gera þetta og biður okkur að blessa börnin sín og biðja fyrir þeim. Og því berum við út fagnaðarerindið sem krossfestingin og verkið þegar hann fullkomnaði verkið og losaði okkur undan lögmálinu og losaði okkur undan allu verki sem að Satan hafði hér völd og tók þau í burtu og gaf okkur náðina. Og náðin fylgir því að þó við gerum mistök og gerum að hann alltaf með opinn arminn og hann ást og hann fyrirgefur okkur sama hvað og það að fallega við Guð og það það sem Guð vill að við gerum og við eigum ekki að dæma hvort annað og það ekki okkar eins og Guð dæmir þig ekki þegar þú kemur til hans og býður til hans. Það er fyrsta sem hann gerir að hann hreinsar þig og hjálpar þér og hjálpar þér í lífið þínu og blessar þig og því hann elskar þig. Og
og hann dæmir þig ekki fyrir hvað þú hefur gert og þá færðu blessun hans og fyrirgefningu og þannig virkar það og því dó Jesús Kristus fyrir alla menn og tók á sig syndir allra manna, ekki bara einhverra, heldur allra. Þannig er það og til þess að fá blessunarnar og það þá þurfum við að trúa til þess að fá blessunarnar. Það er að vera kristinn og fylgjum honum og þá getum við beðið til hans fyrir henni blessunarnar. And remember, husbands, tell your wives that you love your wife. Wives, tell your husband that you love him. And tell your children that you love your children and pray for your children. Love your neighbor like yourself and pray for your neighbor. And love your enemy and pray for your enemy. And surely God is going to bless you because we are all His children. We are His creation, all mankind. There is no deception, there is everybody. He's not judging you, so don't go judging somebody else. He tells us, don't judge people. It's not for us to do, and that's why He doesn't judge you when you go to Him and ask Him forgiveness. He forgives, and He doesn't matter what you do, what you have done. He's gonna forgive you this, and He's gonna stay in your life. And when you make mistakes, He already forgave you this, and you are under His protection. He's gonna protect you from everything, and you can talk to Him, and He's gonna bless your life. And that's the beautiful thing about our God, who's our Creator, and this is the thing. He loves you first, not we love Him first. The thing is, He loves us first. And that's the beautiful thing. We don't have to do things that He wants to bless us. He wants to do for you. He wants to do for me, and like He wants to do for you. He wants to bless you. He wants to give you everything you need. That's God, because He loves you. Like you love your children, you want to do things for your children. But our God, He wants to do that 1,000,000 times over, because He's pure love, and we are not God, and we didn't make love. He made love, and He created love, and He is love. And that's the beautiful thing about God. He is love, and He created us in His image. That's why we feel love, and we feel all these things. We are created out of 3 things, like He is made out of 3 things. 1 thing, like me, and 1 thing, I'm Siggi, made out of 3 things. He's God, made out of 3 things. The Father, the Son, the Holy Spirit, 1 God. In Jesus' name, amen. Amen. Like Siggi is made out of body, soul, and a spirit. And 1 Siggi, amen. Amen. In Jesus' name, amen. Like you are made the same way. In Jesus' name, amen. Yes. On this beautiful Friday, and Yeah. may this beautiful Friday be a blessing for you who are listening here, and
sometimes we go into chat like we little bit did yesterday, and we are a little bit like busy today, and like our little one is asleep now, and we have to go to bed with her, and and we love you here, and Yes. we are gonna be always, like always, we're gonna be here on Monday, so Yes. have a wonderful, wonderful weekend, and æðislega helgi, og njótið helgarinnar og verið góð við hvort annað og elskið hvort annað. Í Jesú nafni, amen. And have a beautiful weekend, and remember, love each other and be good to each other, and you're gonna have a beautiful weekend. And we love you from Iceland, and við elskum ykkur frá Íslandi, og við endum þetta á bæninni sem Jesús kenndi okkur, og við ætlum að enda á því. And we're gonna end this on the prayer that Jesus taught us, and then we're gonna see you on Monday, and everybody say amen on this beautiful Friday. Og allir segja amen á þessum yndislega föstudegi, og við sjáumst á mánudagi. Já. Faðir Og vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji, svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð, og fyrirgef oss vorar skuldir og voru skuldunautum. Haltu oss frá freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. 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 Við elskum ykkur, og Já. gaman að sjá okkur hérna, elsku vinir, og þið öll. Já, love. Love from Iceland. Elskum ykkur. Bye bye. Bye. Góða stundir. Já. Hvernig er hérna? Það er X svona. Hérna. Ég kemst ekki sofna á hana. Má sjá. Svona. Ok. Það finnist hann.